Verkefni 001 miðar á blaðsíðu F5 í kennslubókinni tölvunotkun. Nú erum við búin að tengja gagnaskjalið við aðalskjalið og við erum búin að vista þetta undir heitinu 001 aðal. Við sóttum hér í Insert Merge nafn, heimili og póstfang og smeltum hér á Update Labels. Við vorum líka búin að skoða í forskoðun hvernig þetta lítur út, en nú ætlum við að steypa saman gagnaskjalinu og aðalskjalinu og vista undir nýju heiti. Þannig við smetlum hérna á Finish and Merge, Edit Individual Documents og við ætlum að steypa öllum nöfnunum inn í skjalið. Við getum valið hluta af skjalinu, færslu frá 1 til 20 eða annað, en við ætlum að steypa öllu skjalinu saman og þá segjum við OK. Og þá fáum við öll nöfnin og þetta er á 2 síðum. Það koma hér síðuskil á milli eða útlitskaflaskil og þá sjáum við hvernig þetta lítur út. Og þessi stærð af límmiðum fæst í bókabúðum, þannig að það er sniðugt að útbúa jólakortalista eða boðskortalista eða annað. Og þið sjáu þeirri rennið í gegnum skjalið að þetta letur kemur ágætlega út, það passar vel á límmiðana. Þið getið líka valið eitthvað skrautletur eða annað. Ekkert nafnana er of langt til að komast fyrir á límmiðanum og einfaldast ef þið viljið breyta letruna í Ctrl og A, þá ljómiði allt skjalið og þið getið valið einhvert skrautletur hérna í listanum. Við viljum velja hérna Bradley, þá kemur þetta svona út. Ég ætla nú að ýta á undo hérna og halda mér við þetta. Og ég vista í File og Save As og ég ætla að vista þetta í möppunni merkimiðar og nú vista ég þetta undir, kemur efsta nafni sem tillaga heiti á skjalinu, en ég ætla að vista þetta undir 001 miðar. Og þá sjáum við að þeir eru með aðalskjalið, gagnaskjalið og miðana. Það er líka hægt að hafa gagnaskjalið í Excel-skjali, en alltaf að hafa fyrirsagnalínu hvort sem þeir eru með þetta gagnaskjalið í Word-skjali eða Excel-skjali. Ef þið prentið út beint á límmiða, sem sagt þessi heimilisföngunöfn, að þá þurfum við að setja blaðið eða límmiðablaðið í handvirkan matara á prentaranum áður en að prentskipunin er gefin. En ég ætla að loka þessu skjali. Þið getið prófa og loka þessu hér líka, ég var búin að vista það. Það er öruggara. Þið getið búið til nafnspjöld bara með nafninu, þá veljið þið bara nafnið í listanum Insert Merge Field og getið miðja það á miðju eða hvernig sem vilja hafa það og haft það með öðru liti. Endilega prófið það og vistið þá aðalskjalið sem 001 aðalnafn og þegar þið eru búin að steypa saman að vista það sem 001 nafnspjöld.